Aron Snær Júlíusson, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk fyrir það. Hvernig svona metur þetta svona, þetta var mikil spenna, já, ekki bara allan tíman, heldur sérstaklega á lokahringnum? Jó, Þið nafnarnir? Þetta var bara mjög jafnt allan tíman. Hann átti held ég 1 tök á mig fram á 14. eða 15. Já, hann misti yfir sig aðeins í lokinn en ekki þú. Svo, þú veist, bara er náttúrulega erfitt í vindinum og maður fyrir aðeins að klikka á púktum og svona er þetta bara. Hvernig gekk að spila? Það var miklu meiri vindur í dag heldur en undanfarið? Já, þetta var miklu erfiðara. Ég var til dæmis miklu betri á púktunum heldur en hina 3 dagana. Í dag? Já. Hvað var það? Ég veit það ekki. Bara hérna þrjóska og hérna reyna að setja núni. Og ég líka oftast fíla þegar svona erfiðar aðstæður, vindur og okkur svoleiðis. Hvernig fannst þér hraðinn á flötunum í dag? Fannst þér að vera eitthvað aðeins hraðari? Nei, náttúrulega bara svipaðar og hérna, það voru kannski smá hægar fyrsta daginn. En svo eru búin að vera mjög góðar og svo náttúrulega hefur bara vindinu svo mikil áhrif, sérstaklega inn á flötunum. Hvernig finnst þér, já ég er eflaust búin að spyrja þig, hvernig finnst þér snúningurinn eða sett breytingin á röðuninni, upplifir það? Mér finnst það flott. Maður er oftast ekki alveg tilbúinn að fara að slá hérna eitthvað 4 járn inn í vindinn eftir 2 eða 3 hólur. Þannig að þetta er mjög fínt að hafa þetta svona. Hvað tókstu á Bergvíkin í dag? Hvaða kilfu? Ég sló 4 járn. Ég þorði ekki að taka neitt minna. Og ég held ég hitt alla dagana að ég hitt grínið, eða verið við grínið, sem er bara nokkuð gott held ég. Hvernig svona, þetta er langt mót og þú ert í fórustu eftir fyrsta daginn og þú ert í fórustu eftir 3. daginn. Já. Hvað fer svona gegnum höfuð á manni þegar maður er alltaf í toppnum? Hvað ertu að hugsa mikið þetta? Nei, ekki þannig. Bara að reyna að hugsa 1 hól í einu, 1 tök í einu. Gamli frasinn? Já, bara gamli frasinn. Hann virkar? Oftast. Hvað er svona framundan hjá þig? Þú hefur verið í atvinnumennsku aðeins? Jú. Já. Hvað er markmiðið? Það er bara að komast inn á eitthvað á þessum túrum. En það er bara dýrt og það vantar fjármagn og svoleiðis, þannig það er svona aðalatriðið á mig núna. Hvað með svona golfið þitt, sveifluna og allt saman, þú veist, hvernig hefur verið að vinna í því? Þú veist, þú ert að horfa til atvinnumennskunar, ertu með eitthvað skýr markmið í því? Þarftu að laga eitthvað meira, finnst þér? Þú ert komið með smá reynslu af því að keppa á erlendis? Já, nei, það er ekkert neitt rosalega mikið. Ég tók nokkuð mót úti núna í vor og var að spila mig vel, en eins og ég sagði þá bara peninga, vantar peninga. Já. En að æfa í útlöndum, það er eitthvað sem væri gott að geta gert eða ekki? Jú, ef maður ætti endalaust á pening þá getur maður eftir úti, en það er bara ekki hannig. Þá drífur bara í að verða alveg atvinnumaður, þá getur eignast nóg af peningum eða ekki? Jú, en fyrst er að vona maður að vera með pening. Já. Til hamingju aftur. Takk fyrir það. Takk fyrir.